Jæja, þá kem ég nú hérna með kaffisopan. Já. Svona, já. Svo þú ert ættuð úr Húnavatnssýslunni, já. Já. Ég aldrei fór það nú svo að strákurinn minn næði sér nú ekki kvenmann. Og það húnvetning. Já. Gjör þetta svo vel. Jæja. Hvað ertu komin langt á leið? Rúma 5 mánuði. Að hugsa sér bara. Litli strákurinn minn bara byrjaður að ríða. Mamma. Æ, fyrirgefðu. Tíminn líður bara svo hratt. Ég var nú á svipuðum aldri á þig þegar ég byrjaði. Kynntist svo yndislegu manni. Löngu áður en pabbi þinn kom til sögunar. Þá kunnu menn sig. Nú vill fólk alltaf vera sjúandi og sleikjandi hvert annað. Það finnst mér svo ódannað. Þið er ekkert í því, er það? Mamma. Fyrirgefðu ég nú bara að reyna að spjalla hérna við tengdadóttur mína tilvonandi. Jæja, svo þú ætlar að verða kennari, vinnan. Já. Ég þekkti einu sinni mann sem var kennari. Alveg yndislegur maður. Hann kom mér upp á lagið með að gera það aftan frá. Það fannst mér nú gott og svona skemmtileg tilbreyting. En pabbi þinn var nú ekki hrifinn af því. Mamma. Má bjóða ykkur kleinur? Já, takk. Hvort finnst þér betra að fá hann framan eða aftan frá? Herðu, mamma, við komum ekki hérna til að ræða kynlíf okkar, sko. Ég meina, getur ekki bara tala saman eins og venjulegt fólk? Nú, já. Svo ég er svona leiðinleg, já. Mamma, þú hlýtur að skilja það. Við höfum engan áhuga að vita hvernig kynlífið þú lifir eða lifðir eða... Nei, en það hefur það ekki verið neitt upp á síðkasti, skal ég segja þér. Og ekki var hann pabbi þinn nú beint 4 úr síðustu árin. Það er eitthvað annað en þið 2, sem hoppið og skottist allt eins og 2 kanínur og unnið ykkur aldrei hvíldar. Já, fyrirgefðu. Ég var að lesa svo skemmtilega grein í blaði hér daginn. Hún var það að fólk var svo mikið byrjað að vilja vera í trekant. Mamma! Fyrirgefðu. Hvað finnst þér það? Hvað finnst mér hvað? Hefur þú prófað að gera það þannig? Nei, reyndar ekki. Nei, en það finnst manni það nú einkennilegt. Það er nú allt annað mál með leðurólar og handjárn og slíkt. Það er nú bara gaman. Hann pabbiðinn var svo hrifinn af slíku. Það var nú hálfgerður impotant. En ef ég sveiflaði framan í hann handjárnum og fór í leðurbrjóstahöld og gummibrækur, þá lifnaði nú yfir honum. Þá fór hann bara á hnén og fór að gelta bara eins og hvolpur. Mamma, ég nenni þess ekki lengur. Við bara þurfum ekki að sitja hérna og hlusta á ykkur að klámsögur bara. Vertu blessuð, mamma mín, og þakka þér gjafir. Já, það þarf að drífa sig heima að ríða, sjúga og sleikja, það er það sem það vill. Vertu blessuð og þakka þér fyrir viðkynninguna. Já, viltu ekki drífa þig á eftir og fara að ríða? Sjúga og sleikja, drífa sig, þarf að sjúga og sleikja. Hola, ég er hænsnabanni hérna atriðin á undan og er komin hingað til að hitta hana mömmu þína. Guava, è Rubio. Un buon bacalao. Mamma, quiero fochi fochi.